Þá komið að næsta lið á dagskrá, Blöndulína 3, aðalskipulagsbreyting og tilbeðið var forseta að taka við stjórnin og gefa mér orðið. Náttúrulega bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er liður 1 í fundargerð skipulagsráðs frá 14. janúar. Þessi lögð fram uppfærð tillaga breytingu á aðalskipulagi vegna Blöndulínu 3 og annarra háspennulína. Það lögð fram greinagerð Hjartar Jóhannssonar hjá Eflu verkfræðistofu rýni á forsendum Blöndulínu 3 með tillit til jarðstrengja dagsett 8. desember 2025. Álit Ragnars Kristjánssonar raforkuverkfræðings dagsett þann 3. júlí 2023 og mögulega strenglagnir í Blöndulínu 3 auk 2 minnisblaða Landsnets dagsett 18. ágúst og 10. nóvember 2025. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að meðfylgjandi tillaga að breytingu á aðalskipulagi verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 31. grein skipulagslaga frá númer 123/2010 og nú þetta komið hér á dagskrá til umræðu og afgreiðslu og ég ætla, við erum nú svo sem búin að tala heilmikið þetta og heldum hér fund í gær, opinn fund fyrir íbúa. þar sem að þetta var rætt fram og tilbaka eða aðdragindin að þessari breytingu. En ætla hér fyrir bæjarstjórnar að koma með eða breytingatillögu á því aðalskipulagstillögu sem var lögð fyrir skipulagsráð og samþykkt og breytingatillögan þá þannig að í texta muni standa muni standa bæjarstjórn Akureyrar leggur fram eftirfarandi breytingu aðalskipulagi Akureyrar 2018 til 2030 sem felur í sér breytingu á legu og útfærslu háspennulína í landi Akureyrarbæjar til norðurs frá Rangárvöllum. Meðal annars skilgreind tímabundin heimild fyrir 220 kW loftlínur innan þéttbýlismarka frá Rangárvöllum að fyrirhuguðu strengenda mastri í landi Kífsá. Þar sem framtíðalaust flutningskerfis raforku á þessum kafla að hafa háspennulínu í jörðu til samræmis við stefnu stjórnvalda þarum. Og síðan kafli þar sem farið yfir röði verkefna en aftur breytingatillöga neðar í skilmálunum í greinagerðinni það sem myndi þá vera kafli sem hljóða svo. Felldir eru út skilmálar í greinagerð iðnaðarsvæði 116 fyrir tengivirki í land Kífsár. Eftirfarandi breytingu gerð á kafla 2.1.27 veitur sem fjallar Blöndulína 3. Blöndulína 3 tengist Rangárvöllum sem tímabundin loftlína frá Rangárvöllum að streng enda mastri í landi Kífsár sem verður varanlegt. Verður lína byggð upp með tréstauramöstrum á þessum kafla en stálmöstur taka þar við að sveitarfélagamörkum. Þegar forsendur hafa skapast til að breyta loftlínu í jarðstreng gert ráð fyrir að línan verði lögð í jörðu. Takk fyrir. Gefa forseta Halla Björk Reynisdóttir afturstjórn fundinum. Já, takk fyrir það. Orðið laust. Það stelur til mástekur bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannesdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Mér langar bara að lýsa því yfir að ég bara frekar ána með að við ákveðum að taka þetta mál af dagskrá síðast og halda annan upplýsingafund í gær. Það bara óbúslega mikilvægt að við vöndum okkur í þessu máli og tökum samtali. Enda hef ég oft velti fyrir mér hversu óheppilegt það að fólk fá ekki svör við athugasemdum sínum á fyrstu stigum skipulagsferlisins og í rauninni getur það bara grafið undan trausti fólks. En mín tilfinning bæði eftir fundin í gær og kannski bara í samtölum okkar hér á milli að við séum flest orðin sammála að treysta þessum gögnum sem liggja fyrir. Við erum ekki endilega að rökræða það, heldur kannski hvaða aðra leiðir væru þá hægt að fara eða þá hvernig við ætlum þá að semja okkur að þeirri átt að þetta fari í jörðu á endanum. En nú það okkar hlutverk að tryggja ef við erum öll sammála að þetta ekki hægt,
að tryggja þessi lína verður lögð í jörðum leið og það er tæknilega framkvæmanlegt, þá í samræmi við stefnu raflínu sem kveður á að slíkt skuli gert innan þéttbýlis, jafnvel þótt að geti kosta alltaf 2-falt meira eins og segir í stefnu stjórnvalda. Og ágætu punktur sem kom fram á fundinum í gær að við eigum bara að standa föst á því og þannig að við höldum bara áfram þessu samtali við Landsnet en ég horfi á þannig að það eina sem við erum að samþykkja í dag er að hefja þetta formlega samráðsferli. Það komi fram fullt af fínum athugasemdum og hugmyndum upp í gær og það er mjög nauðsynlegt að Landsnet fái að bregðast við þeim og svara og það eru gögn sem við þurfum líka í áframhaldandi samtal við Landsnet að fá svör við þessum athugasemdum íbúa og það fáum við ekki nema að auglýsa þetta og fá inn þessi sjónarmið íbúa. Þannig ég bara legg enn og aftur áherslu á það að við erum að samþykkja hér að hefja þetta samráð og fá þessar upplýsingar sem munu hjálpa okkur áfram í samtali við Landsnet. Við erum ekki að fara að samþykkja neitt skipulag fyrir að við erum orðin öll sátt við niðurstöðuna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jónsdóttir loki máli sínu, orðið er laust. Sem fleiri næst tekti máls bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson. Forseti bæjarstjórnar og aðrir góðir bæjarfulltrúar, mér finnst þetta mál sem við erum með hérna fyrir framan okkur af þeirri stærðargráðu vera, mér finnst ótækt að koma ekki aðeins upp og gera grein fyrir hvernig maður lítur á málið. Málið hefur náttúrulega verið á dagskrá bæjarstjórnar og innan bæjarkerfisins víða í mjög langan tíma núna. Og eins og það hefur blasað við mér verandi fulltrúi í skipulagsráði, þá fannst mér framan af sérstaklega á þessu kjörtímabili ekkert ganga í málinu og mér fannst sem bæjarfulltrúi og þá kjörinn fulltrúi bæjarbúa kjörinn til þess að gæta þeirra hagsmuna alls ótækt að í raun og veru að fara eitthvað áfram með þetta mál eins og forsendur lágu fyrir hér kannski fyrir rúma ári síðan. Eins og bæjarfulltrúi Halla Björk fór yfir hérna áðan og einhverju leyti bæjarfulltrúi Sunna Björk, þá hefur það gerst núna í málinu að Landsnet laði fram svona breytingatillögu til að koma til móts við athugasemdir og sjónarmið sem hafa komið fram í málinu í minnisblaði sínu hérna dagsett 10. nóvember á þessu ári og það náttúrulega liggur svolítið stórt og mikið grundvallaratriði fyrir að Landsnet leggur upp með það að þessi línuleið innan bæjarmarka Akureyrar verði að mestu í þessari tréstaura útfærslu og þar að leiðandi ekki hægt að keyra þessa línu á fullum afköstum. Hér finnst mér komin fram í fyrsta skipti að einhverju leyti af hálfu Landsnets skuldbinding til þess að fara í þá jarðstrengja framkvæmdina þegar svigrúm og tæknilega mögulegt verður. Þetta finnst mér breyta mjög miklu í málinu. Ég held að þetta sé til þess fallið að það gerir orð og fyrirheit Landsnets að þegar þetta svigrúm myndist, það gerir þau mun trúanlegri. Að einhverju leyti stöndum við frammi fyrir 2 slæmum kostum hérna í ljósi stöðunar og það er bara staða sem kjörnir fulltrúar standa stundum frammi fyrir og þurfa að velja annan kost. Ég ætla svo bara að leggja það áherslu af því að eins og framkom hér í máli bæjarfulltrúar Sunnu áðan að hér er verið að leggja til að auglýsa þessa breytingu á skipulaginu sem gerir það kleift í framtíðinni að þessi framkvæmd geti farið fram. Mér langar að leggja það áherslu að sá sem hérna stendur, ef hann verður í þessi stöðu, mun ekki samþykkja þessa breytingu á endanum ef ekki verði komið á bindandi samkomulag við Landsnet að fari verði í jarðstrengja framkvæmdina leið og það er tæknilega mögulegt.
Bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson, leggjum máls sem ég ætla að biðja varaforseta vaskja við bara orðið til bæjarfulltrúa Jens Salama Ingibjargar Jósefsdóttur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, líkt og bæjarfulltrúar hér á undan hafa komið inn á, þá hefur þetta mál vissulega velkst í kerfinu lengi. Ég vil bara koma hér upp og árétta það, líkt og aðrir hafa gert, að hér erum við að samþykkja að tillaga breytingu á aðalskipulagi verði auglýst og það er eitt að samþykkja auglýsingu og annað að samþykkja endanlegt skipulag. Það er ábyrgð hluti að vera kjörinn fulltrúi og við berum ábyrgð gagnvart íbúum sveitarfélagsins, en við berum líka ábyrgð út fyrir það og hér er nauðsynlegt að tryggja raforkuöryggi á svæðinu til framtíðar og er þetta partur af því. En ég vildi bara koma upp og gera grein fyrir því að ég mun styðja þessa tillögu að breytingu á aðalskipulagi verið auglýst, en það þýðir ekki að ég muni á endanum samþykkja skipulagið og tek undir það sem bæjarfulltrúi Sindri Kristjánsson sagði varðandi það að ég mun ekki í raun og veru samþykkja skipulagið nema að veri komið á bindandi samkomulagi við Landsnet að raflínan verði að jarðstreng leið og það verði tæknilega mögulegt. Takk. Bæjarfulltrúi Jens Salama Ingibjargar Jósefsdóttir, lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Hjaltason. Forseti, aðrir bæjarfulltrúar. Þetta eru góðar ræður sem hér hafa verið haldnar á undan. Ég fagna þeim, tek undir þótt að ég eigi ögn erfitt með þennan tæknilega frest sem sumir vilja hafa 0 ár. Hann er 15 ár samkvæmt einhverjum tillögum í dag frá tengingu niður í Hvalfjörð. Ég skal alveg viðurkenna það að þetta er vafist ögn fyrir mér. Ég hef þó hælt okkar viðsemjendum fyrir það hvernig þeir hafa staðið sig í þessu máli. Miðað við það hvernig þetta byrjaði, að þá er þetta orðin allt önnur sviðsmynd, svo ég noti þetta vinsæla orð sem við blasir í dag. Engu að síður, þá eftir fundin í gær sem ég ætla að hæla öllum fyrir, sem þar komu að, þá langar mig til þess að benda á að þar komu fram atriði sem í allavega þeim umræðum sem ég hef komið að hafa bara ekki komið til tals. Það er þessi leikur með 220 vött eða volt eða hvað það nú heitir á móti 130, 132, hvort það sé eitthvað að leika sem með það. Ég hef eftir miskil það sem framfór í gær það að hafa verið hægt að leggja í jörðu fyrir 220 sem ætti keyra svo á 130 þangað til eitthvað verið komið. Að þetta eru svona tæknileg málefni sem við þurfum að taka til athugunar og velta fyrir okkur og hefðum átt að vera búin að ræða fyrr. En einhvað síður, ég hæli nefndinni fyrir það hvernig hún hefur staðið sig í þessu máli. 15 árin, þau vefja svolítið fyrir mig. Það er eitthvað sem við verðum að velta allverulega fyrir okkur og mér fannst það ykkur að segja, svona prívat, að það væri svolítið frekja að fara fram á 0 ár frá tengingu niður í Hvalfjörð. Fara fram á 0 ár við Landsnet. 15 ára er sanngjarnt að þeir byrjuði einhverjum 50 árum og svo fóru niður í 20 og svo mjög kuðst þeir niður í 15 og mér fannst það bara mjög fallega gert af þeim og líka það að ef til vill að þá hefur þetta gerst, það er að segja þessi 2 kílómetra tæplega kafli, hann hafi kannski orðið að ómöguleika meira óvart en viljandi að þarna hafi tæknimenn farið fram, verið að framkvæma eitthvað sem ekki var alveg fyllilega ljós hvað myndi leiða af sér og því hafi þetta verið frekar óviljaverk en vilja af hálfu Landsnets. Ég veit að þetta er dregið í efa og það er nú það sem svífur hér yfir vötnum, það er þessi óskaplega tortryggni. Þarna eru við í dag að gera samning sem kemur til áhrifa
eftir kannski 20-30 ár, kannski í kringum 2050. Þannig að við verðum að ganga þannig frá þessum samningi núna að hann verði gulltryggður. Það verði engin hóla fyrir Landsnet að stökkva ofan í og skýla sér á bakvið eins og gerist í Hafnarfirði og að færi rækilega yfir hér í gær og það setti bara að mér kuldahroll að hlusta á þá ræðu sem fjallaði Landsnet og Hafnarfjörð. Þannig að þetta skiptir meginmáli og þetta má ekki undir nokkrum kringumstæðum eins og ég heyri og veit að við erum öll sammálum, það má ekki undir nokkrum kringumstæðum skrifa undir samning eða samkommulag, hvað sem við viljum kalla það, sem skilur eftir einhver vafaatriði, eitthvað sem má snúa upp á árið 2050 og segja, sorry, kerfið bara orðið fullt, við komumst ekki jörðum með þetta, eins og sagt í dag. Grundvallaratriði, en ég veit að við erum öll á sömu blaðsíðu í þessu máli og ég fagna því og treysti því að okkur muni takast að sigla þessu í höfn þannig að 2050 þurfum við ekki að vera neitt kinnróða fyrir þann samning sem verður gerður í dag eða á næstu vikum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jón Hjaltason laki máli sinni orðið í laust. Það byrði að varaforstu að taka við stjórnin og gefa mér orðið. Markefni bæjarfulltrúi Halla Björk Einarsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúi, ég ætla bara að þakka fyrir umræðurnar og það sem hefur komið fram hérna hjá bæjarfulltrúum og teku undir hvert einasta orð. Við erum öll búin að, og ég vil þakka fyrir og hrósa bæjarfulltrúum í þessari bæjarstjórn fyrir að vinna og reyna allt sem þau hafa getað til þess að vinna þetta saman. Við erum öll með einhverjar efasemdir, við höfum verið með það alla tíð. Núna erum við búin að leita aftur og aftur nýra gagna og meiri upplýsinga og við höfum sjálfsagt eftir að gera það núna í þessu umsagnaferli eða þegar skipulagi verði auglýst og fer af stað þetta samráðsferli við íbúa. Og ég treysti því að við eigum eftir að taka það allt saman og fara vel yfir og enda með samkomulag sem við getum verið sátt við. Það kemur skýrt fram og hefur komið skýrt fram hérna í máli bæjarfulltrúa að við erum ekki að samþykkja neitt endalega í dag, við erum að fara að setja þetta í auglýsingu, þá hefst samráðsferli þar sem að íbúum og öllum athugasemdum svarað og við tökum það, erum að fara að vinna samhliða að samkomulagi við Landsnet sem vonandi eins og bæjarfulltrúi Jón sagði verður engi. Við endum með eitthvað sem við getum staðið keik með og samþykkt hér í lokin. Ég ætla að lokum að lesa upp bókunni afgreiðslu bæjarstjórnar sem hljóðar svo. Bæjarstjórn samþykkir með að auglýsa breytingu á aðalskipulagi vegna Blöndulínu 3 og annarra háspennulína samkvæmt 1. málsgrein 31. grein skipulagslaga nr. 123/2010 sem felur í sér breytingu á legu og útfærslu háspennulína í landi Akureyrarbæjar til norðurs frá Rangavöllum. Meðal annars skilgreind tímabundin heimild fyrir 220 kW loftlínur næst byggðinni þar sem framtíðarlaust flutningskerfis raforku á þessum kafla að hafa háspennulínur jörðu til samræmis við stefnu stjórnvalda. Þarum. Samhliða gerð breyting á landnotkun og helgunarsvæði vegna línunar. Gert ráð fyrir að framkvæmdir gerist á eftirfarandi skrifum þar sem ákveðnar tæknilega forsendur þarf að uppfylla áður en Blöndulína 3 að lokum lögð í jörðu. Fyrsta lagi, Dalvíkurlína 1 lögð sem jarðstrengur. Í öðru lagi Rangavallalínu 1 leitt fyrri Dalvíkurlínu 1. Í þriðja lagi Blöndulína 3 reist í línustæði fyrrum Rangavallalínu 1 á tréstöramöstrum frá Rangavöllum að Kífsá. Þaðan á 3 stálmöstrum að sveitafélagamörkum, Akureyrarbæjar og Hörgársveitar. Númer 4 Rangavallalína 1 rifin 3 árum eftir spennusetningu Blöndulínu 3. Númer 5 Blöndulína 3 lögður sem jarðstrengur frá Rangavöllum að Kífsá. Þetta sem sagt strengenda mastri í landi Kífsár, skulum við hafa þetta. Markmið framkvæmdarinnar að bæta nýtni og flutningsgetu raforkukerfisins, auka afhendingagetu og tryggja stöðugleika kerfisins. Samhliða samráðsferli verður unnið að samkomulagi við Landsnet
þar sem tryggt verði með óyggjandi hætti hvernig staði verði að lagningu jarðstrengs eftir að tenging fæst í Hvalfjörð án kostnaðar þáttöku Akureyrarbæjar. Endanleg samþykkt skipulagsins háð því að slíkt samkomulag náist. Takk fyrir. Takk fyrir það. Orðið er laust, sem ekki fleiri hafa hvatt sér hljóðs, þá ber ég fyrst upp breytingartillöguna sem ég las upp hérna fyrst. Þeir sem geta samþykkt hana, gefið merki, það eru öll. Þá ber ég upp að auglýsa þessa breyttu tillögu, þeir sem geta samþykkt það, gefið merki. Og að lokum þá bókun bæjarstjórnar, þeir sem geta samþykkt hana. Það er öll. Takk fyrir það. Þá er dagskrá tæmd og við slítum fundi klukkan 16:56. Takk fyrir góðan fund.